Já, komiði sæl öll, kæru vinir, þeir sem eru óliðið yfir hérna í hittanum, hérna inn í húsinu. Gaman að sjá okkur svona mörg og öll hérna, nema kannski nonni Borgarhól reyndar. Ég var nú að vona að hann yrði ekki hér í dag, því að þessi maður hefur rænt mig öllu sjálfstrausti þegar kemur að því að rifja æskuminningar. Hann segir að ég muni ekki neitt eftir æskuminni og ég ætti enga æsku ef ekki væri fyrir hann. Því hann myndi allt. Þetta er auðvitað, þetta er eins og þetta er. Já, það er nú reyndar sko, það má nú svona sem auka getur skjóta því hér inn að þetta Borgarhólsfólk allt saman, ekki bara nonni, að það eru þetta stór partur af æskuminni og ég ætla ekki einu sinni að fá að ljúka starfsferlinum í friði því að þegar ég kom inn á þing þá er náttúrulega Helgi Borgarhóls skrifstofustjóri. Þannig fylgir þetta fólk mér frá vöggu til grafar. Já, þetta er upp í herbyggi hjá nonna. Hann tók þessa mynd og ég er sennilega svona sposkur á svipinn á þessari mynd vegna þess að ein skýrasta minningin sem ég hef á Borgarhól þar sem ég var heimagangur voru öll þessi brjóst sem voru í þessu húsi. Það bjuggu þarna minnstakosti 10 manns, mikið af stútungsstelpum sem voru eldri en ég og ég fekk að alltaf var nú vel tekið á móti manni þarna þó að þetta hús væri fullkomlega alltaf fullt af fólki. Það var alltaf ykkur sem hafði tíma til þess að smyrja franskbrauð með smjöri og sykri. Þar sat ég og maulaði þetta meðan stelpurnar, stóru stelpurnar voru að skipta föt og fara á ball hlaupandum á brjóstahöldurunum. Þannig að alltaf þegar ég hugsa Borgarhól, þá sé ég fyrir mig konubrjóst. En ég vona að ykkur finnist þetta ekki eitthvað kinky, sko. En þetta er svona, það er svona, ég fór að pæla í þessu mikið. Ég hafði áhyggjur af þessu þegar nonni sagði ég myndi ekki neitt og það fáa sem ég myndi væri vitlaust og þetta var. Ég talaði við sérstakann sérfræðing sem ég þekki, sálfræðing, sérfræðingur í minni og hann sagði mér merkilega hlut og svoleiðis verða nú þess vegna verði að hlusta á þessar sögur hér á eftir með þeim fyrirvara að minni manns er ekki eins og segulband. Það er svona ritstjóri inn í hausnum á manni sem velur og hafnar og stýrir þessu hvar þetta lendir. Þetta á einhverjum sérilagi við fyrstu minningar barna sem verða til, flestir muna eftir sér fyrst þegar eru 2,5 til 3 ára, eitthvað svoleiðis. Og þá er búið að ritstýra þessu svolítið. Og það er meðal annars það að ef fólk ætti sína fyrstu minningar sem væri ekki sérstaklega góðar, þá væri búið að ýta þeim út. Þannig að þetta er svona smá ritstýring sem á sér stað. Það er til dæmis 3 menn sem horfa sama bílslisi segja að bílinn sem keyrði á mannin, einn segir hann var blár, hinn gulur og svo þriðji segir hann sé svartur. Þannig að þetta er mjög brigðult, nema nonni Borgarhól. Hann efast aldrei neitt af þessu. En það hef ég löngum haldið því fram að hann, það sem hann ekki man, því lýgur hann. Og það er mikill meiri hluti af því sem hann segir. En sem sagt ég á því láni að fagna að fyrst ég man eða ég þykist muna af því að ég á myndir af fyrstu minningunum minni. Það er kannski þessar næstu 2-3 sem koma þarna á eftir, ég man reyndar ekkert eftir þessu, þetta er pabbi, Sigga á hestbaki og ég að ýta þarna. En ef við sjáum næstu mynd, að þá er ég kominn að fyrstu minningunni. Þarna sit ég sem sagt í fanginu á mömmu minni, þarna glittir í Ingu, vinkonuna mömmu, konuna Sverris tannlæknis. Þetta er eiginlega fyrsta minningi mín, ef við sjáum næstu mynd, og þetta er allt tekið í sama túrnum, þetta er sem sagt á leiðinni, með trana og Trilju fór með trana út í Elliðey. Þannig að við sagt við alla vini mína í Elliðey ég hef sennilega komið þangað á undan þeim bæði Tóta og Gauja Hjörleifs og svona. Annars skiptir þetta svona sem ekki miklu máli í stóra samhengi hlutana þessi eigi nú ekki merkilegri en það að þeir viti ekki einu sinni hvað hún heitir. Sumir segja Ellirey, aðrir Elliðey. Það getur nú ekki verið merkileg eyja ef við get ekki komið sér saman nafnið. Það er önnur mynd þarna, ef við höldum áfram, það er nektarmyndin. Þetta er í fyrsta og síðasta skipti sem þessi mynd er birt opinberlega.
Já, þetta tekið út í Gamla Hrauni, náttúrulega, hérna. Þessi mynd mér minnisstæð vegna þess að hún var höfð í fjölskyldualbúminu heima. Og alla mína æsku manni það þegar komu gestir og voru einhverja kettlingar inn í eldhúsi að hlæja þessari mynd. Mér var sama fyrst, en svo að þegar ég var orðin svona 6 ára, þá reif ég þessa mynd úr albúminu og reif hana. Pabbi hins vegar framkallaði hana og stækkaði aftur og sagði við mig, þetta bara fyrir mömmu þína. En þess vegna hún til ennþá. Ég ætla ekki að segja eitthvað hvað helvítið hann Tóti sagði hérna áðan þegar hann sá saman. Það eiginlega of dónalegt fyrir þetta. Nei, ég held ekki bara. En það var honum líkt, sko. En þetta á nú að vera miðbæinn og alla vinina mína þar. Og þá best að fá upp aðra mynd hérna. Það þessi. Og hér nú margar skrýtnar skrúfur, skal ég segja. Standandi þarna, ef þið eruð með skarpa sjón, frá vinstri undirritaður, svo kemur hann Siggi á Bólstað, bróðir hans Gísla sem var að tala hérna áðan, stórgáfaður strákur sem lést langt aldur fram, skáld, mér var ekki með ljóðabók eftir hann sem ég held mikið upp á. Hann féll sem sagt frá, svo koma nú þarna nokkrir fuglar. Þarna kemur Steinar á Gamla spítalanum eins og maður varð að kalla hann þá. Því ef maður kallaði hann Jósúa, þá fékk maður á kjaftinn. Nú fær maður á kjaftinn ef maður kallar hann ekki Jósúa. Svo kemur Palli Vegg, Svenni Prump, sem kallaði var. Svo hann Orri þarna, Guðjónsson, og Þórólu Gunnarsson, Töktum, barnalæknis. Litli strákurinn ljósarði sem stendur hann á milli frændans Orra. Svo kemur Einar Ottó, Jói Long, sem svo eini í þessum hóp sem fríkaði með aldrinum, Stepp á Grund og svo Nonni Borgarhól. Þetta veröld mín, hérna fyrstu árin í Vestmannaeyjum, hún sem sagt markaðist að Vestmannabraut, Bárustíg, Miðstræti og Kirkjuvegi. Og allt sem ég þurfti og þráði í þessu lífi var eiginlega inn í þessum reit. Það mætti segja, þegar maður hugsar þessa hluti, þá eru minningarnar, beint á móti mér var Axel Skógaraða í gluggann, Ísey Skaftadóttir að sópa stéttina, ég man alltaf eftir henni að vera að sópa stétt, brosandi. Síðan gæti maður auðvitað haldið áfram allan hringinn og sagt heilar sögur af öllum samskiptum mínum við þetta góða fólk. Lilla Hressó að selja gottir í Kjartan að selja fisk, Tryggvi og Björs á barnum, Þórður Rakari og svo allt fólkið í öllum þessum húsum, í Vík og Vegg og London, Hóli, Garðhúsum, Borgarhóli, Byggðarholti, Gamla spítalanum, Grund. Og utan þennan reit var svo rúndurinn, þar sem allir elskendur í bænum leiddust rúnd eftir rúnd, klukkutímunum saman, það var ekkert annað að gera. Leið og fólk hafði aldur til, eða kannski enn frekar þegar það hafði ekki aldur til að vera í. En eftir á að hyggja, þegar ég hugsaði þennan stað, þennan reit, og það er best að segja það, ég verð að láta, að þetta sem ég ætla að segja hér í dag, það fjallar bara bernskunna. Þetta fjallar bara það þegar ég átti heim á Símstöðinni, áður en ég flutti upp á Tungutu og kynntist vitleysingunum þar. Já, það skilur þar á milli að ég átti bernskunna á Símstöðinni og unglingsárin á Tungutunni. En eftir á að hyggja, þá hefði maður sennilega aldrei átt að flytja úr miðbænum. Maður hefði bara átt að vera þarna áfram. Það var þetta dásamlega veröld að búa í með öllu þessu fólki. Og svo eru þessi vinir mínir allir. Það er verst ef maður að horfa á svona svarthvíta myndir, gamlar eins og þessa, að taka það líka fram að ég átti boltan þó að Jói Long haldi þarna á honum. Þess vegna fékk ég alltaf að spila þá stöðu sem ég vildi, því annars fór ég heim með boltan. Ég var snemma svona úrræða góður þegar það kom.
þegar maður horfir á svona, ég væri ekki hissa þó að Gunnar á Hlíðarenda dúkkaði upp á einni svona mynd. Manni finnst þetta að vera svo gamalt að manni finnst maður bara hafa verið samtíðar maður þeirra í Íslendingasögunum þegar maður er að útskýra þetta. En á þessari mynd, þó að séu á henni margir villingar og margir miðbæjarvillingar, þá er þetta samt, ég leyfi mér að segja með kannski einhverjum undantekningum, gleymdi ég Einari Otto, hann er þarna við hliðin á, þá er þetta samt prúðari parturinn af miðbæjarvillingunum. Það voru nefnilega nokkrir sem höfðu ekki tíma til að stunda fótbolta fyrir strákapörum og skapsmunum sumir hverjir, sem er ekki á þessari mynd. Og þar má nefna þá höfðingjana gömlu og horfnu vini mína, Grétar Halldórsson í Byggðarholti og Þorvald Vokkfjörð í Garðhúsum. Bánir eru dánir fyrir löngu af slysförum og blessuð sé minning þeirra. Þeir voru uppnefndir Gressi Grunk og Skorpi Skítur, en trúi mér, það voru ekki margir sem þorðu að nefna þessi nöfn að þeim viðstöðum. Og svo voru nokkrir fleiri villingar sem komu svona skáhalt inn. Þeir voru svona í jaðrinum á þessum miðbæ. Það var Alli Hjörtur heitinn, Gísla Strambyrgi, Árni Mass kom frá Kalmastjörn og svo náttúrulega stórmeistari allra villinga allra tíma í Vestmannaeyjum, Bjössi Klöpp. Ég fullyrði það að margir þessir einstaklingar sem ég hef nefnt hér til söguna, sumir á myndinni, hefði við aðrar aðstæður orðið mjög efnilegir glæpamenn. Og hópurinn sem slíkur efni í skipulög glæpasamtök út í það verð. Ég nokkur sakleysisleg, ég ætla að taka bara því að þetta er svo viðkvæmt fólk hérna inni, þegar taka nokkur svona sakleysislög dæmi þessi prakkarastrík okkar og fyrst þau allra sakleysislegustu sem eru bernsku brekin hjá sjálfu mér, lásu einhverju hérna inni bækurnar Grím Grallara. Það voru svona leiðsögn í prakkarastríkum, dálítið þær, ég átt alla bækurnar, las þar oft. Eitt notaði ég að þetta var þannig að alltaf á laugardagskvöldum yfir veturinn þá komuðu saman sitt á hvað heima hjá hvort öðru Sverrir tannlæknir og Inga, mamma og pabbi og Lárus og Gógó. Lárus Ásvaldsson. Og þetta var alltaf sama prógramið. Það var sem sagt boðið upp á vodka og svo var í könnum spur í annari könnunni og ginger ale í hinni. Svo var haft í skál Bismarck brjósykur og súkkulaði. Og fyrir þá sem ekki hafa prófað þetta á mjög vel saman. Suðusúkkulaði og Bismarck brjósykur. Og svo var spilað og drukkið. Ég hafði lesið eitthvað prakkarastrík eftir Grím og ég ákvað að gera það núna þegar gestirnir kemur næst. Ætli ég hafi ekki verið 6 ára, ég var nýbyrjaður að lesa. 6-7 ára, eitthvað svoleiðis. Fyrsta bókin heila sem ég las var Grím og Grallari. Og þannig að ég tók bragð sem ég lærði þaðan og skipti til helminga í sykurkarinu salt og sykur. Áður en gestirnir kom. Þetta var ekki vel séð, svo var ég bak við hurð og sá kaffið frussast út af munnin að þeim öllum þarna og hafði stór gaman að þessu. En uppskar samt ekki sérstakar skammir, mér var sagt að hunskast bara inn til mín og ekki skammaði neitt sérstaklega og svo var það árið seinna sem ég fann eða hélt að ég hefði fundið sterkari útgáfu af þessu sama triksi. Þá hefur orðin 7 ára. Og það fann ég upp sjálfur því að það var ekki í bókin Grím. Canada Dry, eins og þið vitið, engi fyrir ölið eins og það var hérna í flöskunum. Þið munið hvernig það er á litin. Þannig að ég hellti af könnunni og hafði pissað í fullt glas og blandaði saman. Og nú hugsaði, nú tekið þau, þetta verður eitthvað. En þetta bragð sem ég hef aldrei sagt neinum frá fyrir núna, þetta mistókst. Það tók enginn eftir þessu.
Þannig að ég stóð pakk við hurðina í stofunni heima, beið alltaf eftir einhverjum svakalegum viðbrögðum, en þau bara drukkuðu þetta. Og þá bara tvennt til því, ég setti annarkvort of lítið eða pabbi blandaði svona sterkt í þetta. Og því miður þá kom hland meira við sögu í Prakkarastrikunum. 2 árum seinna, þá vorum við vinirnir, ég ætla ekki að fara að nafngreina þá, 1 eða 2 nú hér inni, en ég kann ekki við að nafngreina fólk svona, maður verður að taka á sig bara eigin skömm. Þá var það útfærsla á þessu, var það þeim munið eftir pottflöskunum gömlu af mjólk, það voru stórar glerflöskur, og við sem sagt pissuðum í þetta þangað þegar voru fullar og þurftu gjarnan 3 eða 4 til að ná fullri flösku. Settum þetta svo á húna hjá fólki og bönkuðum og hlupum svo í burtu. Ef við vorum heppnir þá datt flaskan inn fyrir þröskuldinn og brotnaði þar, en oftast datt hún samt bara á tröppunar fyrir utan. Svo gerðum við þetta hjá konu á Vesturveginu, eða fólki á Vesturveginu, vorum búin að fylla í heilan pott, svona safna allskvöldi, og settum hann á bönkuðum. En frá því að við bönkuðum og þangað til var opnað, kemur köttur í húsinu og leggst beint undir flöskunni. Og við vorum mjög áhyggjufullir út af þessu, nú drepum við köttinn þessu. Og við vorum alveg við það annarkvort til að flýja af hólmi, hlaupa bara í burtu eða hlaupa og ná í köttinn. Við gerðum eiginlega hvorugt því að í þann mund opnaði konan hurðina, en pottflaskan full datt beint við hliðin á kettinum, stútaðist þar, en kettinum var ekki meint af þessu umfram það bara, hann hefur verið sennilega lengi að þotna á eftir, en að öðru leyti var þetta ekki. Við stofnuðum í miðbænum reykingafélagið Salem. Þetta var rétt eftir að mamma var hægt að senda mig til að kaupa 5 sígarettur í brúnum bréfpoka hjá Lilla á Hressó, og efni fjölskyldunar höfðu batnað með þeim hætti að það var keyptur pakki af Salem. Hjá Einari Gutt, hét hún ekki Margrét konan hans? Já. Er það ekki örugglega nonni? Hún átti eina gróðurhúsið, eða þau hjónin sem var í Vestmannaeyjum. Við skildum aldrei þetta hús, það voru ræktuð, ef ég man rétt, það voru bara blóm inn í þessu gróðurhúsi. Þetta voru ekki matjurtir og svona. Kóf hiti þarna inni og mjög skrítið að koma þarna inni, við fórum þarna stundum inn. Mér minnir þetta hafi verið Einaráttu sem var með okkur Fúsa þegar við stofnuðum þetta félag. Ég stal heilum Salempakka hjá mömmu og við fórum inn í þetta gróðurhús, lokuðum að okkur og byrjuðum að reykja. Og reyktum þangað til pakkinn var búinn og við vorum þarna hálf meðvitundarlausir inni og þannig grænir í framan byrjaðar að guppa þegar Einar læknir sviftir upp hurðinni og dregur okkur hálf rænulausaðan út. Þetta okkur varð ekki meint af þessu, en það dóu öll blómin í húsinu. Svo fór nú að harðna í þessum Prakkarastrikupöllum og þau fóru að verða dálítið groddælegri og ég ætla samt að hætta áður en ég fer út í einhverja vitleysu með þetta. Bjössi Klöpp og fleiri þessir kröftugu strákar, að þeir voru til dæmis í slagsmálunum sínum, ég kem að því og eftir, ég verð með sérstakann kafla slagsmálun hérna áður en ég hætti. En allavega, við Bjössi vorum áttum vinir, hann var 2 árum eldri ég og hann var átrúnaðargoðið mitt. Ég hafði aldrei kynnst öðrum eins manni eins og Bjössi Klöpp. Það var engin maður í heiminum sem ég vildi líkjast meira heldur en Bjössi. Svo hann stal öllu steini léttar, hann þorði öllu. Það var ekkert til sem Bjössi Klöpp þorði ekki að gera. Svo kemur hann til mér einu sinni og segir, Palli, kom að sprengja Kínverja. Kínverja, áttu Kínverja? Já, 100 Kínverja. Hvar fékkstu þá, sagði ég. Svo lærði ég þá að maður spurði Bjössi ekkert um það hvar hann hefði fengið hlutina. Þetta var nú ekki allt vel fengið.
En hann átti 100 sterka Kínverja og hann taldi langskemmtilegast að sprengja þá inn á símstöð. Það sem ég átti heima. Það að segja í símstöðar á partinum á húsinu. Og þau munið eftir því, það voru 6 símaklefar inn á símstöð. Kannski fleiri, þá var ekki sími í hverju húsi, hvað þá GSM-símar og svona. Það var bara eins og hjá Gunnar á Hlíðarenda. Og það kom alveg ofboðslegu hvellur ef maður sprengdi þessa stóru Kínverja inn í svona litlu, þröngu, afmörkuðu rými eins og símaklefarnir voru. Og síðan gerum við þetta að við hlaupum og setjum inn í alla klefana einn. Hlaupum svo fram þar sem pósthólfin voru og náðum að tróða nokkurum inn í pósthólfin líka áður en það var byrjað að springa inn í símaklefana. Þetta var bara svona eins og operasjón, þetta var bara svona eins og stríðsaðgerð. Svo byrjar allt að springa og reykur út allt, konurnar koma hlaupandi út, konurnar á símanum. Og við sitjum þarna fyrir framan hurðina alveg og héldum að það var að líða yfir okkur á hlátri. Þetta var eitthvað best heppnað aðgerð sem kemur ekki nema pabbi niður. Algjörlega brjálað. Það var búið að hringja og klaga okkur náttúrulega. Bjössi Klöpp áttaði sig ekki á. Hann var ekki að velta neitt svona smáatriðum fyrir sig. Hann fattaði ekki að pabbi var pabbi minn, sko. Svo kemur pabbi niður og segir, inn með þig strákur, ég tala við þig á eftir, og ætla svo að fara að henda Bjössa þarna út úr ganginu. Bjössi hefur verið 12 ára eitthvað svoleiðis, menn hentu Bjössi Klöpp ekki neitt, sko. Ekki heldur fullorðnir símstjórar, sko. Það að Bjössi ætlaði að fara að hjóla í kallinu. Ég svona hafi verið 12 ára eitthvað svoleiðis. Og ég sagði, Bjössi, þetta er pabbi minn. Er þetta pabbi þinn? Já, ok þá. Segðu hann bara að láta mig í friði. Þetta voru almennilegi menn. Síðan er eitt algjörlega greift í mitt minni sem er í senn djarfasta og fyndnasta eða brakkarastrik, vil ég nú segja, sem ég hef nokkuð tíma tekið þátt í. Og að því mér er þetta í fersku minni vegna þess að þarna fannst mér vera orðin maður meðal manna. Ég fékk sem sagt að fara með Eiríki Hest, Bjössi Klöpp, Þorvaldi Vófjörð, Grétari Halldórssyni og nokkrum fleirum. Ætli það hafi ekki verið Addi Yellow sem stal vörubílnum, held ég. En þetta byrjaði sem sagt með því að vörubíl var stolið. Og ég sat upp á palli með öllum þessum hetjum. Vá, hvað þetta var mikið. Núna fannst mér vera komin bara á toppinn. Það gæti ekki verið til neitt flottara en að sitja upp á palli með þessum mönnum á stolnum vörubíl. En við vorum að stela í Brennu. Ég fekk bara að hanga með, þetta voru náttúrulega strákar stærri, sterkari og eldri en ég, sko, en ég fekk að hanga með. Svo þið þvælst eitthvað, hent upp á pallinn, stólið öllu steini léttara sem menn sjá. Síðan kallar Eiríkur Hestur og lemur svona í toppinn á vörubílnum. Stoppaðu. Ég skildi ekki hverju þið ætlaði að stela hér, því að það eina sem við sáum var beitingaskúr. Og svo veit ég ekki til fyrir en Eiríkur Hestur, Eiríkur Hestur var náttúrulega tröll að manni, segir við hinn að stilla sér upp hinum megin við skúrinn, hann ætlar að stela skúrnum í Brennunum, eins og hann lagði sig. Og svo raðaði sér á skúrinn og lyfti honum upp. Það var ekkert gólf á honum, þetta var nú eitthvað ótótlegt hreysið svona. Það var ekkert gólf, en það var kallabeita. Við olíulampa, þarna inni. Og það var örugglega eitthvað í honum, sko, hann var eitthvað mjúkur eða eitthvað. Og ég heyri Björs að segja, djöfullinn sjálfur, það er kallinn í skúrnum. Og svo fara þeir eitthvað að ráða það með sér, hvort þeir eigi að taka bara skúrinn samt, skilja kallinn eftir hann bara, undir berum loft.
Svo byrja kallinn að góla eitthvað á það og svona, og ég man ekki betur en að Bjössi hafi svarað sem svo, vertu fegin að vera ekki gólf á skúrnum, annars þau eru farið á bálið líka bara. Það var einhvern tímann í desember, þetta átti að vera áramótabremma. En svo af göfuglindi sínu, þá settu þau skúrin aftur niður. Og kallinn bara hélt áfram að beita. Slagsmálakablinn, ég veit ekki hvort ég á að vera að þreyta ykkur með þessu. Sko, ef þið horfið á gömlu símstöðina, þá sjáu þið bogan sem snýr beint út á móti höllinni. Það er svona bogalagað, þetta var skrifstofan hans pappa. Ég vissi ekkert skemmtilegra árum saman, þangað til ég fór að fara á böllin sjálf, sem voru nú nokkur ári í þá þegar þetta var, en að læðast út, láta litla vekjaraklukku sem ég átti hringja, læðast út á skrifstofu 1:30 á laugardagskvöldum. Til þess að fylgjast með, það eru örugglega margir hérna inni sem muna þetta, þvílíkt stríðsástand á vertíðarböllunum fyrir utan höllina þegar var hleypt út. Og þetta var svoleiðis að mestu slagsmálahundarnir í Vestmannaeyjum, þar með talið nokkur af þeim sem ég taldi hér upp áðan. Ég sá þá alltaf og trúi mér, ég fylgdist með þessu lengi, ég er ekki að segja neina vitleysu, Nonni. Það var meira að segja vinsælt að fá að gista hjá mér á svona. Og 1:45 þá komu þeir út, þessir hörðustu, til að hlaupa heim og skipta föt. Þeir áttu bara ein jakkaföt og þeir ætlaði ekki að nota þau í slæðin. Síðan var bara beðið og fyrsti aðkomumaður sem kom hann út, hann var bara kýldur. Og svo byrjuðu slagsmál, sem fóru svo yfir á blettin á gamla spítalanum. Þannig að ég fylgdist með öllum vertíðarslagsmálum á Íslandi, í Vestmannaeyjum vildi ég nú sagt hafa, nokkur ára skeið. Gat sagt frá þessu öllu og kann marga sögur, meðal annars af sumum sem eru hér inni í dag. Hörðustu slagsmálamennirnir voru náttúrulega þessir gæjar, Bjössi Klöpp og svo Gretar þegar hann hafði orðið aldur til að fara á ball og svona. Þórunn systir hans einna með okkur, ég verð samt að fá að segja þessar sögur allar. Og ég vil taka það nefnilega fram, að því við Nonni vorum nú einhvern tímann að tala um það, þegar hann þóttist vera að hafa bit fyrir mér einn ganginn enn, að þessir menn og þessi slagsmál sem þarna fóru fram, það var eiginlega ekki, sko, trúið mér bara, það var ekki þessi illvilji og meinfýsið, menn slófust heiðarlega, svo lá annar í valnum og þá var slagurinn búinn. Það var ekki farið að sparka í menn, það var aldrei ráðist á minnimáta, en menn höfðu gaman af því að slást. Og ef ykkur, aðallega aðkomumenn, ætluðu að ganga lengra heldur en okkar siðir og hefðir hér, leyfðu, ætluðu að fara að ganga í skrokk á mönnum eftir að þeir lágu, höfðu verið kýldir niður eða eitthvað svoleiðis, þá gripu allir inn í það. Þetta voru, hvað sem hver segir, heiðarleg slagsmál. Sumir sóttust í þessi slagsmál og fóru kannski eiginlega bara á ball til þess að slást og gleymdi aldrei að fara að skipta um föt, það var ballið að búða svona. Og svo voru menn missterkir og fór svona misgott orðaðeim. Bjössi Klöpp var náttúrulega svakalega mikill slagsmálamaður, enginn þorði í menn eins og Eirík Hest, hann slóst aldrei, hann var svo góður, en líka því að það þorði enginn í hann, til að reyna það. Svo man ég eftir mönnum sem sóttust aldrei í slagsmálin, en það var eins gott fyrir menn að vera ekki mikið að kássast upp á það heldur, sko, að fyrrabræði. Einn er nú hérna aftast í röðinni, Þóra Bustafell. Ég get nefnt fleiri inn í þennan hóp, Kristín í Bakarín og svona. Aldrei, og sá ég nú flest slagsmál í bænum, aldrei sá ég þess að menn tapa slagsmálum. Það töpuðu allir fyrir þeim, en þeir voru aldrei að sækjast eftir þeim. Ekki eins og hinir vinir mínir sem ég var að nefna hérna til sögunar á það. Áður en ég lýk þessu, ég ætla nú að fara að hætta þessu. Áður en ég lýk þessu, þá verð ég eiginlega að nefna til söguna nokkra einstaklinga sem voru partur af þessu lífi okkar í miðbænum. Voru kannski ekki alveg eins og við hinn, voru öðruvísi af alls konar ástæðum, sumir af því að þeir höfðu drukkið brennivín, aðrir af því að þeir höfðu ómikið brennivín og aðrir af því að þeir höfðu fæðst með einhverjum tilteknum hætti. Það er hægt að nefna þetta fólk sem setti mjög mikinn svip sinn á miðbæinn á þessum tíma, Púli Holti, Bragi Höfn. Við Bragi Höfn eruðu miklir vinir, nema þegar við vorum að rífast um það inn á rakarastofunni hjá Þórði, rakarar, hvor ætti að fá að sópa gólfið.
því að Þórður borgaði fyrir það og ég hékk alltaf hann inn á rakarastofu til að sjá þessa kalla sem voru þarna, voru skrýtna skrúfur sem komu þarna, þeir voru þarna alltaf Gölli, Valda, Ameríku, Geiri og þetta lið. Ég sat út í horni og beðið eftir að fá að sópa og fá svo pening fyrir ís. En stundum kom Bragi og vildi fá að sópa og fekk pening fyrir kók og við rifumst svolítið það hver ætti að fá að sópa það. Svo voru þeir þarna náttúrulega, Gölli, Valda og Ameríku, Geiri. Við Gölli urðum líka fínir vinir, en ég held að hann hafi aldrei lært nafnið mitt. Hann kallaði mig alltaf Jeppa. Jeppi, fór að keypti spýra fyrir mig. Nema hann hafi lært nafnið en bara kosið að nota það ekki, það getur vel verið. En í huga Gölla, þá var þetta bara Jeppi. Hann var góður vinur minn, hann var líka góður vinur pappa og hann var að skafa timbrið fyrir pappa hérna upp á Túngötu þegar pappi var að byggja húsið þar. Þá mættu þeir, Þórður rakari og Gölli, stundum hálfir, laugardagseftirmiðdegi og voru að skafa timbrið af pappa. Læt fljóta eina sögu hérna sem Palli Steingrim sagði mér stutt árun og tóa að þeim félögum. Þá höfðu verið á Fyllirí, Palli og Þórður rakari og ákváðu eins og stundum þegar var orðið lágskýjað á Fyllirínu, kannski kominn dagur 3 eða eitthvað, að fara og heimsækja Gölla. Og aldrei þessu vant, og það hafði aldrei gerst áður, að þá koma þeir að lokuðum dyrum og læstu á Gölla. Þar var alltaf opið og hurðin ekki einu sinni lokuð, sko, og aldrei læst náttúrulega. Og svo bankar Þórður og á hurðina og þeir standa þarna fyrir utan Palli Steingrims og hann og segir hérna Gölli, hvað ertu með læst hérna? Opnaðu hurðina, ég veit þú ert inni. Nei, ég er með gesti, sagði Gölli. Gesti? Hvaða gesti ert þú með, segir þú? Já, ég er með erlenda gesti. Ertu með erlenda gesti, segir þú? Hver er það? Já, þeir eru hérna Jói Danski og Ameríku Geiri. Og svo var náttúrulega Gróa gamla sem var hérna á Kirkjuvegi. Ég get því miður ekki sagt ykkur neitt hana Gróu því að ég var svo hræddur við hann alltaf. Ég tók alltaf sveig fram hjá henni og ég var hræddur við hana fram eftir öllum aldri, sko. Mér fannst þetta skuggaleg kona, sko. En allt þetta fólk er partur af því lífi sem við lifum. Og ef ég ætti að endurskrifa æsku mína og þetta sem maður upplifði, endurraða þessu, taka út viðburði, setja aðrir í staðinn, skipta út fólki inn á og út af, þá myndi ég ekki breyta einum staf. Því að sko allt sem ég upplifði, allt fólki sem ég kynntist á þessum tíma er eiginlega partur af því sem ég er, sko. Ég hefði ekki viljað missa neinu. Ég ekki einu sinni vilja missa af því að missa puttan ef út í það farið. Mér fannst þetta bara allt æðislegt. Takk fyrir mig.